He is lovely. Hallelujah. Thank you, Callum. Yes, he is. They both are. Hallelujah. Mér langar að tala til ykkur í dag hluti sem allir gangi í gegnum. Og það eru stormar. Do you have translation? Já. Þannig ég ætla í dag að tala stormar lífsins og hvernig við göngum í gegnum stormar lífsins að þess að láta stormar lífsins yfirtaka okkur. Og eins og við vitum, bara þeir sem hafa verið á lífi, bara í nokkur ár jafnvel, þá vitum við það að lífið alls konar. Ég hef búin að ganga með Guði í mörg ár. Ég afar blessuð kona. Ég á frábæra mann, ég hef verið með þessa yndislegu kirkju, ég á yndisleg börn. Ég rík að öllu leyti, fyrst og síðast á ég Jesú. Og það þýðir, vinir, að ég get farið í gegnum allar kringumstæður og komið út sem sigurvegari. Við getum sem sagt farið í gegnum allar kringumstæður og komið út sem sigurvegari. Má ég heyra amen? Og mér langar til þess aðeins að fara með okkur í svona nokkur ritningavers, þar sem að við getum séð svona svart og hvítu, hvernig það að jafnvel þegar við erum í fullkomnum vilja Guðs, þá getum við ratað í erfiðleika. Erfiðleikar hafa ekkert með það að gera hvort að þú sért í vilja Guðs eða ekki. Við getum öll ratað í einhvers konar erfiðleika. En málið það að þegar við sem kristi fólk förum í gegnum erfiðleika, þá erum við ekki ein. Meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Og mér langar til að byrja að lesa hérna nokkur vers í Markusi. Markusa Guðspjall. Það kafli 4 og í vers 33. Vers 33. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo sem þeir gátu numið. Og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisinu sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Og vinir, Jesús þannig, því nær sem að þú gengur drottni, því meira útskýrir hann orðið fyrir þér. Þess vegna komum við á samkomu. Það svo mikilvægt, vinir, að vanrækja ekki safna samkomur. Út að við fáum innblásið Guðs predika til okkar og það svo mikilvægt að sjá aðra hlið. Það svo mikilvægt að fá annað sjónamið en vinir, Guðs lifandi og kröftugt. Má ég heyra amen? Það beittara sér hverju tvíeggjuðu sverði. Og vinir, orðið það klippir af okkur en það líka græðir okkur. Það gefur líf, það gefur sigur, það gefur blessun. Höldum áfram. Það stendur hér í versi númer 35. Að kvöldi sama dag sagði Jesús við þá: förum yfir vatnið. Þeir skildu þá við mannfjöldan, fóru í bátinn þar sem að Jesú var og sigldu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir og í versi 37 þá brast á storm hrina mikil og féllu öldurnar inn í bátinn svo við lá að hann fyllti. Og við erum búin að vera að tala það að bera ávöxt. Reyndar rétt áður en þessi ritning átti sér stað, þá var Jesú einmitt búin að vera að kenna að bera ávöxt. Og vinir, við þurfum að læra að vera heyrendur orðsins og líka gjörundur. Ef við erum bara heyrendur orðsins og ekki gjörundur, þá svíkjum við sjálf okkur. Og vinir, Guð setur okkur stundum í kringumstæðu til þess að sjá hvort að þú eigir orðið sem hann hefur talað. Stundum setur hann okkur í kringumstæðu til þess að koma í ljós gullið sem hann búin að setja í líf þitt. Stundum setur hann okkur í kringumstæðu til þess að sjá, ertu raunverulega að hlusta? Orðið hluta lífið þínu? Hvar orðið? Og vinir, þá svo mikilvægt að velja Jesú. Í öllum kringumstæðum, vinir, þá getum við valið Jesú. Má ég heyra amen? Halleluja. Og þarna var hann að kenna þeim. Hann var nýbúinn að kenna þeim. Hann var að tala hvað það mikilvægt að sáðkorni deyi.
Það þarf að fara ofan í jarðveginn og það þarf að deyja. Þess vegna segir orðið við að deyja sjálfum okkur og við að lifa Kristi. Og hann búinn að vera að útskýra orðið fyrir þeim. Og hann meiri sem búinn að taka lærisveina sína afsíðis og útskýra enn betur hvað orðið hefur að segja. Og vinir, þarna skulum við bara athuga það að þeir voru í fullkomnum vilja Guðs. Þeir voru að ganga með Jesú. Þeir voru að ganga með honum, hann var að útskýra orðið og það var eining á meðal lærisveinanna við Jesú. Og þeir skildu alltaf meir og meir og meir. En vinir, svo koma þeir í bátinn og drottinn segir við þá við skulum fara yfirum. Og allt í einu þegar þau koma í bátinn þá gerist mikið stormviðri. Og vinir, ég veit ekki hversu oft ég hef upplifað í mínu lífi algjört stormviðri. Stundum hefur bara vindar blásið. Stundum hafa komið upp aðstæður þar sem ég bara ekki skilið upp niður í hvað í gangi. En vinir, þegar ég leita ekki, þið veitir, mín eigin hyggindi, heldur leita til drottins, þá hann tilbúinn og hann trúfastur að gefa okkur sigur inn í aðstæðurnar. Og vinir, þess vegna skiptir máli þegar þú ert í stormi lífsins. Hvað gerur í storminum? Hvernig bregstu við storminum? Og vinir, við gleymum stundum að Jesús í bátinum. Og við gleymum líka stundum að það rignir yfir réttláta og ranglata. Vinir, það rignir yfir alla. En spurningin hvernig bregðust við aðstæðunum? Má ég heyra amen? Og það skiptir svo miklu máli, vinir. Þegar Guð leiðir okkur í kringumstæður, þá hann ekki að sleppa af okkur hendinu og hann ekki búinn að yfirgefa okkur. Hann þráir okkur að gefa okkur nýjan vöxt í sér. Og vinir, Biblían kennir okkur að hann á að vaksa. Ég á að minnka. Og vinir, þegar ég minnka þá getur það stundum verið bara sársaukafullt. Það þýðir að mín plön ná ekki fram að ganga. En vinir, þegar ég auðmýki mig undir hans voldugu hönd, þá ég að segja að drottinn verði þinn vilji, en ekki minn. Og vinir, það það sem að Guð að kenna okkur í stormum lífsins. Við lærum að þekkja hann með öðrum hætti. Og við þurfum að treysta honum þegar stormurinn kemur á. Og við þurfum að spyrja hann, drottinn, hvað það sem þú vilt kenna mér? Má ég heyra amen? Halleluja. Þegar við skoðum þetta orð stormur, það kemur stormviðri, að þá þetta gríska orðið lilac. Og þetta voru ekki bara einhverja vindkviður. Lilac var nánast eins og fellibylur. Í kringum Galileuvatn þá voru svona hæðir. Og í ákveðni átt, þegar vindar blésu úr ákveðni átt, þá kom svona eins og bara, þið vitið, bara stormviðri. Það bara gerðist eitthvað og það gerist þarna í þessum kringumstæðum. Og við stundum spyrjum Guð í svona kringumstæðum, býtu, af hverju ég? Ég veit ekki hversu oft ég verið á göngunum með Guð og ég hef reynt að fremsta megni að fylgja drottni í öllu. En vinni, það rignir yfir réttlátt og ranglata. Munurinn á mér og þeim sem eigi Krist að Jesús með mér í bátinum. Ég aldrei ein. Halleluja. Og vinni, það sem að drottinn vill sýna mér að hann stór þegar ég smá. Hann liljan ljúf í dalnum. Hann liljan ljúf í dalnum. Þegar við förum í gegnum dauðastimmadal, þá þurfum við ekki að óttast því hann með okkur. Sproti hans og stafur huggar okkur. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur. En lilac ekki bara pínulítill eitthvað erfitt veður. Það var brjála veður. Og við stundum eins og það komi brjála veður í kringum okkur og við skiljum ekki upp niður hvað máli snýst. Við höfum orðið fyrir kannski missi með einhverjum hætti. Einhverju tekin úr líf okkar, einhvern gangi ekki plönin okkar upp. En ég hef góðar fréttir, Guð hefur betra plan.
Hans áætlun mögnuð. Hann ekki búinn að missa stjórn á aðstæðunum. Og ég hveti í dag, ef að þú ert í erfiðum kringumstæðum, treystu Drottni og farðu að lyfta upp nafni Jesú. Farðu að lofa hann í kringumstæðunum. Gerðu eins og Páll og Sílas gerðu forðum daga. Þeir voru búið að handtaka þá og henda þeim í fangilsi á miðnættustund. Þá fóru þeir að lyfta upp nafni Jesú. Vinir, þegar við förum á miðnættustund að lyfta upp nafni Jesú, þá gerast hlutirnir. Þá gerast hlutirnir, vinir. Þegar við förum að lyfta upp nafni Jesú, þegar okkur finnst það eigi ekki að þurfa, eða við megum vera kvartandi og kveinandi. Þegar við sleppum því og við förum að lyfta upp nafni Jesú, þá getur Guð komið með sigur og blessun. Muniði hvað gerðist þegar þau fóru að lyfta upp nafni Drottins? Það var jarðskjálfti. Og það sem var búið að festa það í hendur og fætur, það datt af þeim. Og vitið, böndin detta af okkur þegar við förum að lyfta upp nafni Jesú í storminum. Halleluja. Amen. Láta óma í andanum. Halleluja. Og vinir, þetta vatn var ekki stórt. Það voru cirka 10 kílómetra á milli strandana sem að þau voru að fara. Þetta var ekki stórt og yfirgripsmikið vatn. En vinir, stundum það þannig, jafnvel þótt að við getum séð á áningarstaðinn, þá eitthvað sem að hindrar okkur. Og vinir, stundum notar óvinurinn svona aðstæðu til að hvísla að okkur. Alls konar vitleysu. Og við fyrir stundum að trúa lyginni. En ég vil segja í dag að hann lygari. Það Drottinn sem hefur sigurinn. Halleluja. Og hann mun koma þér heil á höldnu. Má ég heyra amen. Halleluja. Aftur. Takk Jesus. Þeir voru með Jesú. Þeir hlusta á Jesú. Þeir fóru á eftir Jesú. En samt kom stormur. Í vilja Guðs getum við fengið storm. Og stundum það þannig að okkur líður eins og segir jafnvel að við séum bara hreinlega að farast. En ég vil segja hér í dag, þú munt ekki farast. Guð með þér. Jesús í bátinum og það verður allt í lagi. Má ég heyra amen. Og vinir, stormur í sjálfu sér segir ekkert til það hvort þú sért í vilja Guðs. Það sem að stormurinn hins vegar gerir að hann opinberar mjög hratt hvaða orð þú átt. Ég ætla að segja þetta aftur. Can I hear an amen? It's the truth. Halleluja. Ég ætla að segja þetta aftur. Stormurinn í sjálfu sér segir ekkert til það hvort að þú ert í vilja Guðs eða ei. Það sem að stormurinn hins vegar gerir, hann opinberar hratt hvort þú eigir orðið sem þér var gefið. Stormurinn hafði mátt í sér til að drekja bátnum, alveg augljóslega. Báturinn fylltist af vatni. Og vinir, það ofboðslega merkileg myndlíking sem að fæst í þessum orðum. Og mér langar til að útskýra, krísan þeirra var nefnilega þreföld. Það var utanaðkomandi ógn. Það var hræðilegt veður. Þeir gátu ekkert gert til að koma böndum yfir krísuna. Og ekki krísur einmitt þannig. Við getum ekkert gert, við erum hjálparvana. Krísan ætla bara gjörsamlega að valta yfir okkur. Það var númer 1. Númer 2, vatnið var komið inn í bátinn. Sem að þýðir það fyrir mig þegar ég horfa á þetta. Við stundum látum við vatnið sem hér fyrir utan hafa áhrif á tilfinningalífið okkar. Vatnið sem á að vera hérna fyrir utan allt í einu farið að sósast í öllu tilfinningalífinu okkar og það farið að taka stjórnina.
Halló. Ég veit ekki hversu oft ég hef staðið fram fyrir einhverju svona kringumstæðum og allt í einu tilfinningarlífið mitt komið í einhvers konar hnút. Það það sem að Lilac getur gert. En númer 3, þeir voru líka komin í guðfræðilega krísu. Því að hvað gerist? Þeir vekja Jesú og þeir spurja hann, þér alveg sama að við förumst? Og það sem að gerist í storminum, það sem að gerist þegar vatnið fyrir að flæða yfir okkur, það kemur svo vel í ljós hvaða orð þú átt. Og þá þurfum að minna okkur á hvað Jesús hefur sagt. Og Jesús var búinn að segja að þeir myndi fara yfirum. Myndi fara yfirum. Ég meina það ekki að verða geðveikir eins og þeir áttu að fara yfir. Hann var búinn að segja við þá, komiði með mér, við erum að fara yfir. Hann sagði ekki, komiði með mér og þið munu deyja og ég fer yfir. Hann sagði, við erum allir á leiðinni yfir. Og það sama hefur Guð sagt við einn og sérhvern hérna inni. Hann hefur sagt við þig að hann ætla með þig yfir. Má ég heyra með hann? Alveg eins og hann sagði við Ísraelsmenn forðum daga þegar hann tók það út úr Egyptalandi. Hann ætlaði að fara með þau inn í Kanansland. Og í staðinn fyrir að trúa orðum Guðs, að þá fóru þau að efast. Þau fara að láta kringumstæðna stjórna því hvernig þeir hugsa eða hvernig þeir bregðast við kringumstæðunum. Og ég segi við ykkur í dag, það til önnur leið. Það til önnur leið. Þegar kringumstæðna koma yfir okkur, þá þurfum að minna okkur á hvað Drottinn búinn að segja við okkur. Það sem við þurfum að gera þegar kringumstæðna koma, þá þurfum að minna okkur á það sem orð Guð segir. Hann segir til dæmis það að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Hann segir líka að hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið í mér. Það þýðir það að ég aldrei ein þegar ég geng þessa göngu. Hann alltaf með mér. Hann hefur líka sagt, meir sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Þannig að þegar við erum í kringumstæðu lífsins, þá þurfum við að passa að það hafi ekki þessa þrefalda krísu í för með sér. Við þurfum að bregðast við eins og Jesú brást við þegar óvinurinn reyndi að reyna hann í eyðimörkinni. Hvað gerði Jesús þegar óvinurinn reyndi að reyna hann í eyðimörkinni? Hann sagði, rita þér. Og þegar þú ferð í storm lífsins, þá mátt ekki láta storminn drekja þér. Þú þarft að koma fram fyrir Jesú og þú átt að segja við hann, Drottinn, ég ætla ekki að bera þessa byrði. Ég ætla ekki að labba hérna eins og ég sé bara einn. Ég veit að þú ert með mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig. Og við þurfum að fara að tala við Drottinn í storminum. Og við þurfum að leiðrétta kúrsinn okkar. Því að loforð hans standa. Ég ætla að segja þetta aftur. Loforð hans standa. Þótt að þú sért í hnút, það breytir engu loforð Guðs. Loforð Guðs standa þótt að allt annað virðist vísa í einhverja aðra átt. Loforð Guðs standa þegar Lilac kemur yfir líf okkar. Loforð Guðs standa þegar fólk kemur gegn okkur. Loforð Guðs standa þegar fólk særir okkur. Loforð Guðs standa þegar fólk yfirgefur okkur. Loforð Guðs standa. Má ég heyra með? Og þegar við lærum að loforð Guðs standa, ég ætla ekki að leggja von mína í kringumstæður. Ég ætla ekki að setja von mín á fólk. Von mín tilheyrir Jesú. Jesús von mín. Jesús akkeri sálar minnar. Jesús sá sem heldur öllu uppi. Jesús meira en sigurvegari. Jesús hefur gert mér veg inn í hið allra helgasta.
Og hann sagði, þú getur gengið með djörfung fram fyrir hástól náðar Guðs. Með djörfung, vinir. Og þegar við áttum okkur á því, vitið hvað gerist? Í svona kringumstæði þegar aldinu kviknar á perunni, ég dey og hann lifir. Það sem að gerist það að holdið deyr. Holdið deyr í svona kringumstæðum. Vinni, ég að segja ykkur það, holdið deyr. Og við þurfum að láta það deyja því hann á að lifa. Hann á að lifa. Og vinni, þegar við hættum að bregðast við út frá tilfinningum, þegar við förum að treysta Guði, jafnvel þótt það sé óveður, trúiði mér, þá munið þið sjá Guð fara að verka í líf ykkar eins og enginn morgundagurinn. Má ég heyra amen? Halleluja. Þetta gott orð. Halleluja. Þannig að þessi stormi fór alveg inn á kjarna. Hann hafði áhrif á tilfinningarnar þeirra. Hann hafði áhrif á trú þeirra. Sjáu þetta. Og hversu oft það ekki einmitt þannig að við látum kringumstæðurnar hafa áhrif á sálarlíf okkar og við finnum jafnvel að efast gæsku Guðs, en ég fréttir að færa. Hann alltaf góður. Hann alltaf góður. Og hann hefur stjórn á þessum kringumstæðum líka. Hann ekki búinn að missa neina stjórn. Halleluja. Hann búinn að segja þeim að þeir færu yfirum. Og bara til þess að minna ykkur á, förum í Jóhannes 16:31, 16:33. Þetta við tala til yðar svo þeir eigi frið í mér, kennir Jesú. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughröstir. Ég búinn að sigra heiminn. Vertu hughröstur. Hann búinn að sigra þetta allt saman. Og hann býr í þér. Upprisu kraftur hans býr í þér. Það þýðir að þú getur risið upp frá öllum kringumstæðum og þú getur gengið beina brautir. Það þýðir að þú ert meira en sigurvegari. Það þýðir að hann ekki búinn að sleppa þér hendinni yfirgefa þig. Þetta ekki endir alls þessa kringumstæður. Og hann mun snúa við högum þínum. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að vinir, Guð notar kringumstæðnar til þess að deyða okkar hold, til þess að við gerum nýtt val í kringumstæðunum. Að við setjum hann sem höfðingja lífs okkar í öllum aðstæðum. Ekki bara á sunnudögum þegar eru falleg tónlist og falleg lög. Vinir, Biblían segir að ef við erum bara heyrendur orðsins og ekki gjörendur, þá erum við að svíkja sjálf okkur. Og það þýðir, vinir, að orðið sem hann talaði við þá bara nokkrum versum þar á undan, það fór strax í praxis í þessum aðstæðum. Og vinir, við þurfum líka að gera sama val. Á mörgun þá bara óskup venjuleg vika sem að býður okkar hérna úti. Ef við erum heppin, nákvæmlega. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Pointið þetta. Veljum Jesú. Látum ekki bara orðið sem við heyrum í dag vera bara það, eitthvað orð sem við heyrum. Leifum því að vera lifandi líf okkar og veljum Jesú í öllum kringumstæðum. Lofum hann, tignum hann, veksum hann og treystum því að hann muni leið okkur þá leið sem best. Og mér langar til að lesa hérna í lokin restin af ritningastöðunum sem að tengist þessari frásögn. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þarna sjáu þið bara mjög berlega að drottin lætur ekki lælag hafa nein áhrif á sig. Brjála veður stormur hafði engin áhrif á Jesú út af því hann var fullkominn.
Hann vissi að hann hafði vald yfir storminum. Höldum áfram að lesa. Þeir vöktu hann og sögðu, meistari, heyrðu þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Þá lægði vindinn og gerði stillilogn. Og hann sagði við þá, hví eru þið hræddir? Hafið þér enga trú? Jesús kom sér bara beint á orðan. En þeir eru miklum óttar lostnir og sögðu hver við annan, hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Það er mjög áhugavert að þeir segja fyrr í þessum ritningastöðum að þeir höfðu orðið hræddir þegar þeir sáu brjálaða veðrið, Laila kom yfir. En þegar þau sáu vald þess sem var í bátnum, þá stendur hér, þeir urðu miklum óttarlostnir. Það sem að Guð gerir líka í svona kringumstæðum, hann sýnir þér hver hann er, ef þú treystir á hann. Og vinir, hann var lambi Guðs, við vitum það. Gallalaust lamb Guðs. En í svona kringumstæðum þá kemur ljónseðli drottins í ljós. Þú kynnist annarri hlið á drottni í svona kringumstæðum. Halleluja. Við látum þetta verða lokaorðin hér í dag, rísum á fætur.